Við erum mikið að vinna með grænu skrefin og það kom upp svo hugmynd þegar bókabíllinn var 50 ára árið 2019 að kolefnisjafna bílinn og bara frá þeim öll þessi 50 ár og það þurfti að reikna út hvað það þýddi mörg tré. Þetta eru 5.000 tré sem við ákváðum að gróðursetja, fengum reit í heiðmörkinni og starfsmenn fóru þarna tvisvarsinnum í hóp að gróðursetja. Við erum alveg að verða búin að ná þessu markmiði, að gróðursetja 5.000 plöntur. En svo það náttúrulega bara að halda áfram að því að bókabíllinn gengur. En þetta var rosa skemmtilegt. Við erum fyrsta stofnunin hjá Reykjavíkurborg og ég held á landsvísu sem komin í samstarf við Plastplan. Plastplan fyrirtæki sem tekur plast frá fyrirtækjum sem fellur til við rekstur þeirra og framleiða síðan vörur sem nýtast þá í rekstrinum á fyrirtækinu. Og það sem við erum að skoða til dæmis með það plast sem tilfellur frá okkur og líka þess sem gestir koma inn á safnið að framleiða þá bókastóðir. Þannig í staðinn að við séum að panta plastbókastanda erlendis frá að þá þeir framleiddir bara hérna út á Granda og koma síðan til okkar. Þannig við erum að tala að kolefnissporið kannski svona stórt frá Granda og yfir í gróðurhús. Viðgerðarferli sem við erum með hér og erum með mannesku sér að laga bækurnar, ef hún getur ekki veitt fleiri líf og þær koma margar í viðgerð mörgum sinnum, þá þurfum við að huga að næsta skrefi. Og næsta skref þá að meta, getum við nýtt eins og kápurnar eða getum við nýtt eins og pappírinn, eins og við sjáum þessi fallega gulur. Og því gulari því betra fyrir mig, því ég nýti pappírinn minn í bækur eins og þessar hérna, sem endurnunnin úr alltaf 200 ára gömlum blaðsíðum og auglýsingum hérna 60 ára. Allt þemað hér bækur og bókasöfn og bókalýsingar og svo vinnum maður svona úr bókaspjöldunum og svo erum við með aðra einstaklingi í vinnunni sem að nýta þá kápurnar og búa til bækur og það svolítið þemað á bókasafninu. Við færum hérna húsgögn á milli bókasafna. Við höfum samband eða vantar hillur hér eða stóla hér eða hægt að nota þetta hér og reynum svona, ef það hægt, þá fær það nýtt líf.